Byrjum á því að velja óvinnin okkar sem zombín, fara í animator controllerinn og skulum passa på það að sé eitthvað animation, til dæmis eins og walk, animation eins og walk. Þannig að það ítir að playa, þá lappar zombíin áfram, en það sem við viljum gera, við viljum hann eldi okkur. Þannig að ég ætla að láta hann fá AI character control, og þetta sem sagt undir standard assets, characters, third person character, scripts. Þá zombíin komið með hina þessi forrit á sig, og hérna AI character control og hérna targetið. Við viljum að elda okkur, þannig að ég ætla að setja það og ef ég íti á play, og þá lappar zombíin bara áfram, en hreyfist ekki neitt. Og þannig að það sem við þurfum að gera, við þurfum að búa til svo kallað nav mesh, þannig að sem skilgreinir svæði sem zombíin getur lappað á. Þá fyrir við í window, AI og navigation, veljum hvaða hluti ákvarða hvar hann getur lappað, og við ætlum að smetla á mesh renderers, og við viljum að þessi tveir kubbar, þeir ákvarða svæði sem hann lappar á, og planeið, jörðin sjálf. Og við ætlum að passa að þetta sé haka við navigation static. Síðan fyrir við í bake og smellum á bake. Hérna ákveðnar vera ákvarða hversu stórt target okkar, hversu stórt skref það getur tekið upp, en það eru með tröppur, og líka með ramp, hversu mikið halla getur að lappað upp. Og þá getur sé bláa svæði sérst það svæði sem maður getur lappað á. Þannig að núna ef maður ítir að play, og þá lappar zombíin í kringum þessa veggi, og maður getur síðan notað þessar forrit til þess að skilgreina hraði til dæmis. Það getur ákveða hversu hratt hann fer. Maður getur líka, ef maður vill að animationu fer hraðar, þá getur maður farið í animatorinn, smella á þetta animation og breytt hraðanum. Þannig að animation fari kannski tvöfalt hraðar, ef maður vill að